Það ákveður að koma heim núna og það í Stjörnum. Getur þú svona leitt með aðeins í gegnum hvað að brjótast í haustum að þér þegar þú tekur þessa ákvörðun? Sko, já, fyrir að fyrsta var bara þetta var langur aðdragandi í sumar að þessu að voru mikla pælingar að halda áfram á Spáni og við vorum eiginlega hörð á því að halda áfram á Spáni en svo fæ ég bara svo kemur mér yfir bara okkur tilfinningu að koma heim og svo ástæða að koma heim líka var bara við hefum vonað baddi núna í ágúst og mér leiði ekkert sérstaklega vel að koma heim það er að segja eignast barn og þurfa að fara bara viku eftir og í því ástæðan svolítið fólkin en það þýðir ekkert að atvinnumanna draumurinn sé út eða neitt annað sko en ég er óbúslega ánægður að vera komin heim og vera komin í Stjörnuna. Það er bara mjög spennandi tímar framöndan á Stjörnunni en það var margt að velja og það er alls ekki sjálfgefið að vera búinn vinna í dag sko þannig að ég var mjög ánægður með þessa lendingu. Eins og segir á velur Stjörnuna þegar þú spilaði síðast á Íslandi þá varstu bikar og Íslandsmeistari í mannrétt með KR og þú fórstu þetta út þarna undir lokin. Var ekkert, ég meina, voru KR ekkert eftir þér? Jú, algjörlega. Þetta var eins og erfið ákvörðun kannski? Rosalega erfið ákvörðun og það er ekki auðvelt að segja nei við KR-inga því ég ber rosalega mikla virðingu fyrir þeim og sýni þeim rosalega mikið þakklæti fyrir að þeir opnuðu bara fyrir mér dyr sem bara hefðu kannski ekki gerst sko, eins og að fara til Spánar að leiða með það. Þannig að ég sýni þeim rosalega mikið þakklæti og rosalega erfitt að segja nei við þá. En í þessari ákvörðun fólkin bara því að þetta er bara ákvörðun fyrir fjölskylduna mína og þannig að ég sýni þeim rosalega mikið þakklæti og takk fyrir að skilja það. En eins og ég segi, ég er mjög sáttur með að koma í Garðabæinn og ánægður með þetta. Stjarnan kannski verið svona, já ég meina kannski svona Stjarnan og Tindastóll sem að hafa verið hvað duglegust á leikmannamarkaðnum núna í vor og í sumar. Já. Hlýtur nú að vera komin einhver pressa á þetta lið að gera vel? Væntanlega, auðvitað vill maður hafa þessa pressu og það er gaman að spila undir svoleiðis pressu. Þannig að við ætlum að gera allu að þessu. Það er ekkert flóknara það. Þannig að við erum bara með góðan hóp og hóp sem getur unnið margt. En á saman tíma er þessi deild líka mjög spennandi. Þú veist ekki hvað þú ert að fá út úr alls konar leikmönnum sem við erum að sæna, sérstaklega útlendingum. Þannig að ég held að sé bara, þú veist, pressa alls staðar að gera góða hluti og sérstaklega hérna. Nú ætlum við að fara inn í, ég meina þú hefur spilað hjá Arnari með landsliðinu og með Hlíni bæði út í Svíþjóð og svo með landsliðinu og með Arþóri hjá Fjölni. Nákvæmlega. Back in the days sem má vera komast. Þannig að þetta er nú ekki alveg nýr staður fyrir þig. Já, þetta eru kunnulegar slóðir. Þú átt að sé nýtt umhverfi fyrir mig. Það var þetta kunnulegar slóðir, þannig að ég held að við höfum eftir að mun taka einhvern tíma að slípa okkur saman eins og gengur að gera sko, en ég held að þetta mun koma nokkuð fljótt hjá okkur. Við verðum vel smurðir held ég, mjög snemma. Takk.